tveggja flokka borgarstjórnar meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða þriggja flokka með Viðreisn og Framsókn verður líklega myndaður á næstunni. Hildur Björnsdóttir fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn en flokkurinn missti mikið fylgi í kosningunum. Hann ætlar einnig að víkja sem varaformaður flokksins. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB verður breytt. Formaður Miðflokksins segir að ræða þurfi málið vandlega en engin tími sé fyrir málþóf í þinginu. Amnesty segir að hverfa þurfi aftur 45 ár til að sjá fleiri aftökur í heiminum en á síðasta ári. Flestar voru þær í Íran og fjölgaði einni í Bandaríkjunum, voru þar 47 í fyrra. Nóg var af pattaralegum körrum og rjúpum í árlegri talningu austur á Héraði. Fálkum hefur fækkað og talið að það hafi góð áhrif á rjúpnastofninn. Komiði sæl. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hefur í hendi sér hverjum hún vill vinna með í borgarstjórn. Spurningin er hvort hún myndi meirihluta til hægri með Miðflokki eða nær miðju með Viðreisn og Framsókn. Hildur átti fundi í dag með oddvitum allra flokkana sem náðu inn manni í Reykjavík. Síðdegis hitti hún þær Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, og Silju Sóleyju Birgisdóttur, oddvita Sósíalista. Nú María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, þú hefur fylgst með þessum þreifingum í allan dag. Hver er staðan núna? Núna í rauninni 3 valkostir í stöðunni. Það tveggja flokka meirihluti sem þá 12 manna, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, og mögulega verður Framsókn boðið með til að stækka og styrkja þann meirihluta sem þá 13 manna. Nú svo þriðji kosturinn í stöðunni. Það þriggja flokka 12 manna meirihluti, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar. En sá kostur talinn ólíklegri af því að heimildamenn Fréttastofu hafa bent á að það gæti reynst Sjálfstæðisflokknum og Hildi erfitt að hafa Miðflokkinn ekki með. Miðflokkurinn vann mikinn sigur í þessum kosningum og 5-faldaði fylgi sitt, og að hafa ósátta Miðflokksmenn í stjórnarandstöðu í borginni gæti reynst erfitt og tætandi fyrir Hildi og Sjálfstæðisflokkinn, því Miðflokkurinn hefur nú þegar náð talsverðu fylgi af Sjálfstæðisflokknum og sumir meta þessi betra að hafa þá innanbúðar en utangátta í nýjum meirihluta. Nú meirihluti með Viðreisn og Framsókn væri þá líka með stjórnarandstöðu sem sagt bæði frá hægri, frá Miðflokki og vinstri, frá Samfylkingu, Vinstrinu og Sósíalistum. En á móti kemur að það gæti verið styrkur í því fyrir nýja meirihlutan að hafa Viðreisn með, því að fjármálaráðherrann kemur úr þeim flokki og það alltaf betra að hafa hann með sér í liði. En hérna hjá mér Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, þú með Pálmann í höndunum. Hvernig verður það gengið fyrir sig í dag og hvaða meirihluta vilt þú helst búa til? Þetta hefur bara gengið vel fyrir sig. Ég átti þarna fundi með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn og við áttum bara gott samtal svona samstarfið sem við sjáum fyrir okkur inn í kjörtímabilið, því að ólíkt því sem kannski margir vita, þá starfar auðvitað borgarstjórn saman þvert á meirihluta og minnihluta í mjög mörgum málum og við sjáum bara auðvitað daglegan rekstur sveitarfélagsins. Hvaða meirihluta mér hugnast, ég hef auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum, Miðflokki, Framsókn og Viðreisn, og þannig að það bara verið að skoða hvernig það geti teiknast upp. Og hvenær býstu við að það verði hægt að hefja ykkur formlega viðræður? Ég skal ekki segja, en vonandi einhvern tímann í vikunni. Viltu eitthvað kommenta á þessar spekúlasjónir sem ég fór með hérna áðan? Þær eru bara áhugaverðar og menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel, en ég held spilunum mjög nálægt mér, þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti. Og hefur boðið einhverja til þín að funda á morgun? Ég hef ekki boðið neinum formlega að funda á morgun, ég ætla núna að fara aðeins og leggjast yfir fundi dagsins og sjá hvernig ég skipulegg morgundaginn. Takk fyrir þetta, Hildur. En það eru málefnin sem að ráða för og skipta sköpum þegar kemur að myndun þessa nýja meirihluta, og þá ekki á vegi að skoða hvaða samleið flokkarnir í borginni eiga. Sólveig Klara Ragnarsdóttir rýndi í það í dag. Til að leggja mat á þetta var fjöldi skrefa milli afstöðu oddvitana til fullyrðinga í kosningaprófi RÚV talin. 1 skref á milli þess að vera mjög sammála og nokkuð sammála fullyrðingu. 3 skref á milli þess að vera mjög sammála og mjög ósammála. 3 flokkar hafa verið orðaðir við meirihluta með Sjálfstæðisflokki, Miðflokkur, Framsóknarflokkur og Viðreisn. En hvernig eiga þessir flokkar málefnalega saman með Sjálfstæðisflokki? Sjálfstæðisflokkurinn á mesta samlið með Framsóknarflokki. 13 skref á milli þeirra.
Næstmesta samleið á hann með Miðflokki, 15 skrefur á milli flokkana. Töluvert ber í milli hjá Sjálfstæðisflokki og Viðreisn, 30 skref, en samkvæmt svörum í prófinu á Viðreisn meiri málefnalega samleið með vinstriflokkunum en þeim sem nú eru orðaðir við mögulegan meirihluta. Tökum samgöngumál og leikskólamál sem dæmi. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru mjög ósammála því að ljúka yfir borgarlínu í þeirri mynd sem núverandi áform gera ráð fyrir. Framsóknarflokkurinn er nokkuð ósammála og Viðreisn nokkuð sammála. Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Miðflokkur eru allir sammála að koma þurfi í veg fyrir fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut. Viðreisn er nokkuð ósammála. Og mörgum er tvírætt leikskólamálin. Viðreisn er til dæmis mjög ósammála heimgreiðslum til foreldra. Framsóknarflokkur er nokkuð sammála og Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur mjög sammála. Allir flokkarnir 4 vilja að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir frekari útvistun verkefna við rekstur leikskóla. Miklar breytingar verða á borgarstjórn á nýju kjörtímabili. 16 nýjir fulltrúar taka sæti í borgarstjórn og 2 heilir flokkar detta út og eiga ekki fulltrúa. En aldursforseti borgarstjórnar segist ekki beint koma ferskur inn, hann hafi þó sitt hvað til málanna að leggja. Mikil nýliðun verður í nýrri borgarstjórn. 16 fulltrúar kveðja og 9 koma inn í staðinn. Bjarni Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Rúnar Freyr Gíslason, Guðný María Jóhannsdóttir, Albert Guðmundsson, Sigrún Ásta Einarsdóttir og Bjarni Friðsson koma ný inn fyrir Sjálfstæðisflokkin. Pétur H. Martinsson, Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir og Stein Ólaf Romslu fyrir Samfylkinguna. Björg Magnúsdóttir og Róbert Ragnarsson fyrir Viðreisn, Silja Sóley Birgisdóttir fyrir Sósíalista og Ari Edvald, Kristín Kolbrún Voge Kolbeinsdóttir og Lárus Blöndal Sigursson koma ný inn sem fulltrúar Miðflokksins. Píratar og Flokkur fólksins þurrkast út úr borgarstjórn. Ég er stolt af því sem ég hef áorkað á síðustu 8 árunum og vona að það hafi verið borginni og borgarbúum til framdráttar. Mér líður eins og þetta hafi verið, við höfum náð miklum árangri, þannig að þetta er erfitt, það var þannig. Hvað tekur við hjá þér? Ég bara þarf að fara að skoða það núna. Nú á flokkar á vinstri vængnum sameinast undir einum hatti. Er það eitthvað sem þið eru tilbúin að skoða að sameinast öðrum flokki? Ég ætla ekki að segja eitthvað af og á það núna. Ég held að við þurfum að skoða bara alla kosti í stöðunni og meðan það geta alveg verið einnar hlutar sem við þurfum að skoða. Sigrún Ásta er ein af 7 nýliðum í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins en hún var 9. á lista. Áttirðu von á þessu þegar þú tókst sæti á lista? Já, ég hafði trú á verkefninu og ég hafði fulla trú á því að við myndum ná inn 9. Og hvernig leggst það í þig að taka sæti í borgarstjórn? Það er alveg gríðarlega vel. Ég er tilbúin í þetta verkefni og hlakka til að takast á við verkefni sem framundan eru að breyta borginni strax. Kynjaskipting borgarstjórnar er jöfn, 12 karlar og 11 konur. Yngsti borgarfulltrúin er nýorðinn 26 ára, elsti er 65 ára. Nú ert þú yngsti borgarfulltrúin í nýrri borgarstjórn. Hvernig horfir það við þér? Bara vel. Ég fekk að læra að ég væri jafn gömul og Davíð Oddsson þegar hann steig sín fyrstu skref, þannig vonandi verið jafn öflug en bara á hinum endanum. Hvað er svona málefni brenna helst á ungu fólki í borginni? Ég held að það sé klárlega húsnæðismálin. Kemur ferskur inn með einhverja nýja sýn og svona nýjar áherslur? Ég myndi ekki nota orðið ferskur mig, en ég legg eitthvað til málanna held ég. Þú ert aldursforseti nýrrar borgarstjórnar. Tekur því hlutverki alvarlega? Já, ég tek því mjög alvarlega og ég ætla að setja mér sér sýnd ákveðin virðing eins og öldruðum. Og ég tók eftir því í kosningabaráttunni að margir höfðu áhyggjur í hvað ég væri fullorðinn, 65 ára. Og meira að segja vinir mínir á DFF og samstöðinni, töldu ég allt og gamlan og ég líti á þetta sem aldursfordóma. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun. Stjórnarandstaðan segir að það hafi ekki verið tímabært. Það er bara allt upp í loft. Þessar raddir úr stjórnarandstöðunni, þær eru náttúrulega bara gamalkunnugar. Þeir fari í leikjabókina og það eru tafaleikir og það er verið að reyna að setja einhver tortryggnisblæði á þetta. Eftir að hafa verið afgreitt úr nefndinni fer þingsályktunartillaga utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðsluna til annarar umræðu á Alþingi og síðan í atkvæðagreiðslu.
og henni þarf að vera lokið fyrir 29. maí, 3 mánuðum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan fyrirhuguð. Það yfirdrifið nægur tími í þinginu með að við reynsluna. Fulltrúa minnihlutans í nefndinni segist ítrekað hafa beðið ýmis gögn sem tengjast málinu en ekki fengið. Eitthvað máttum við skoða í leyniherbergi ef við lofuðum að segja engum frá því hvað kæmi fram í gögnunum. Ríkisstjórnin aflétti í gær trúnaði á fundargerðum varðandi aðildarviðræðurnar 2009-13 og Sigmundur segir þar mikilvægir til átt að sjá hvað gæti gerst yrði farið í aðildarviðræður að nýju. Utanríkismálanefnd hafi verið ráðlagt að kanna hvernig ESB myndi bregðast við yrði samþykkt að fara í viðræður. Nei, okkur bannað að hafa samband við Evrópusambandið. Nefndin vill ekki, meirihluti hennar, fá upplýsingar frá ESB og það segir sína sögum. Getur þú ekki bara haft sambandi Evrópusambandi og spurt? Jú, ég getur reynt það, en það getur líka hvaða borgari sem reynt að hringja til Brussel, og gangið vel með það. Í áliti meirihluta utanríkismálanefndar lagt til að breyta orðalagi spurningarinnar í atkvæðagreiðslunni. Þannig að í stað þess að spyrja hvort halda eigi áfram viðræðum, verði spurt hvort hefja eigi þær á ný. Þetta náttúrulega bara ein áminningin að það var farið af stað með þetta á fölskum forsendum, röngum forsendum og að vanhugsuðu máli. Áttu von á málþófi? Mér finnst skrítið þá það bara eitthvað hagsmunamat sem ég næ ekki. Mér finnst skrítið ef að stjórnarandstaðan ætlar að fara í málþóf út af máli sem snýst það að þjóðin komi að því. Við höfum ekki tíma fyrir málþóf en við munum þurfa að ræða þetta mjög ítarlega, ég veist ekki það. Fleiri aftökur voru á heimsvísu í fyrra en áratugi þar á undan samkvæmt skýrslu Amnesty sem kom út í dag. Flestar voru skráðar í Íran þar sem stjórnvöld hafa barið niður mótmæli með harðri hendi. Já, því miður útlitið kannski ekki gott því að þetta mesti fjöldi aftaka í heiminum síðan 1981 en það voru 2707 einstaklingar teknir af lífi í fyrra. Og Amnesty hefur auðvitað gríðarlegar áhyggjur af því. Anna segir ákveðin ríki beita dauðarefsingu til að vekja ótta og ógna borgurum. Að þeir geti átt yfir höfði sér dauðarefsingu fyrir hina ýmsu glæpi, ekki aðeins fyrir alvarlega glæpi, heldur einnig fyrir mótmæli. Íran eitt þeirra ríkja. Af skráðum aftökum í heiminum í fyrra voru flestar þar 2150, tvöfalt fleiri en árið áður. Ísrael gerði árás þarna í júní í fyrra og í kjölfar af því þá upphófust mikið mótmæli og Íran tók sig til og hreinlega tók fólk bara upp á götunum og mótmælendur og nota þetta til þess að reyna að brjóta á bak mótmæli. Samkvæmt skýrslu Amnesty beittu stjórnvöld í 17 ríkjum aftökum í fyrra. 356 aftöku voru skráðar í Sádi-Arabíu, 51 í Jemen og 47 í Bandaríkjunum. Aftökum hefur ekki aðeins fjölgað í Íran. Í fyrra voru einnig fleiri líflátnir í Singapúr, í Jemen, Egyptalandi, Kúveit og í Bandaríkjunum. Sum ríki gefa ekki upp fjölda þeirra sem eru líflátnir. Amnesty telur að í Kína hafi aftökur í fyrra skipt þúsundum. Í Bandaríkjunum sker eitt ríki sig úr hvað varðar aftökur. Bara í Flórida voru 19 aftökur gerðar og það sem við sjáum í Bandaríkjunum líka að orðræða orðræða Trumps svo að það skuli beita dauðarefsingunni til þess að koma í veg fyrir glæpi og þetta virðist smitast út í samfélagi þannig að það eins og fólk trúi því að dauðarefsingin geti verið eitthvað konar hindrunartæki til þess að koma í veg fyrir glæpi og halda borgurum einhvern veginn öruggum þó að allar rannsóknir bendi til þess að dauðarefsingin gerir það ekki. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum beittu aðferðum eins og banvænni lyfjagjöf eða gasi. En það voru 3 dæmi að það var notuð aftökusveit til þess að taka fólk að lífi þar. Við ætlum aðeins að huga aftur að sveitarstjórnarmálunum því Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, tilkynnti í dag að hann væri hættur í stjórnmálum. Hann segir eðlilegt að axla ábyrgð á tapi flokksins þar helgina og segist ganga glaður frá borði eftir meira en 40 ára feril. Ég er allt á sinn tíma í lífinu og minn tími komin til að hætta. Og þannig lýkur áratugalöngum ferli. Guðmundur Árni var kjörinn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 1982 fyrir Alþýðuflokkinn og var bæjarstjóri þar 1986. Hann tók sæti á Alþingi 1993, var ráðherra og hætti á þingi 2005 þegar hann varð sendiherra. Fyrir 4 árum snýr hann aftur í stjórnmálin.
var kjörinn varaformaður Samfylkingarinnar og varð oddviti flokksins í Hafnarfirði og þá fjölgaði bæjarfulltrúum flokksins úr 2 í 4. Í kosningunum á laugardaginn fækkaði þeim síðan helming. Og mér finnst eðlilegt að ég axli ábyrgð á því tapi. Mínir félagar gerðu allt rétt, jafnaðarstefnan á sterkar rætur í bænum eftir sem áður og ég bara þeirrar gerðar að ég vil hafa hreina línur og þegar vel gengur að þá nýtum maður en þegar illa gengur þá axla maður ábyrgð og ég ætla að gera það. Í kosningunum helgina uppskar Samfylkingin ekki eins og væntingar stóðu til víða land. Guðmundur Árni segist ekki bera síður ábyrgð á því sem varaformaður flokksins. Ef við vildum meira, það er engin launung á því, en samstæðan í flokknum er frábær, það er engin núningur til staðar, það er engar efnislegar ástæður. Minn tími er einfallega búinn og þá fer ég. Hvernig tók Kristrún Frostadóttir í þessa ákvörðun? Hún bað mig að hugsa málið. Og oddvitinn fráfarandi gefur lítið fyrir ummæli Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi formanns Samfylkingarinnar á kosninganótt, þegar hún sagði að hann hefði átt að vera búinn að stíga til hliðar. Ég hef ekki orðið mér svona kvakk. Hvernig gengur frá borði? Já, ég geng glaður frá borði, stoltur yfir því sem vel hefur tekist til. Og ég noti hverjar mínútu. Innviðaráðherra vonast til að hægt verði að gera varnargarða við Landeyjahöfn til að verjast sandburði. Hann satt fyrir svörum samgöngu til Vestmannaeyja og fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í dag. Landeyjahöfn hefur verið meira og minna lokuð þar sem af ári og bilun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Staða samgangna til Eyja var til umfjöllunar á opnum fundi umhverfis- og skipulagsnefndar í dag. Þingmaður Framsóknar í nefndinni segir mikið öryggismál að tryggja samgöngur. Ástandið hafi líka bitnað illa á atvinnulífi í Vestmannaeyjum. Og þessi óvissa með hvernig fjármögnun á varaskipi verði háttað, hvenær það er kallað út og svo auðvitað líka þessar langtímalausnir, hvað á að gera varðandi Landeyjahöfn, hvernig mun fjárfesting birtast í fjármálaáætlun. Við verðum að hafa miklu meira gegnsæi í fjárfestingu og tímaáætlun og aðgerðum fyrir íbúa. Þá var gagnrýnt að Baldur ætti að vera varaskip Vestmannaeyja til framtíðar. Hann uppfyllti ekki þörf til að mynda varðandi frakt og að of langt væri í nýjan Baldur. Nýr Baldur í samgönguáætlun sem við erum akkurat að ræða núna er ekki á dagskrá fyrr en 2036 í fyrsta lagi. Þannig eftir 10 ár á nýr Baldur að koma sem verður þá orðin 45 ára, hann er 35 ára í dag, fyrsta lagi eftir 10 ár. Þannig að það segir manni það að ef að ráðherra er alvara með að gera eitthvað í þessum málum og vera með alvöru varaskiptækt sem mögulega getur orðið nýr Baldur, þá þarf að forgangsraða því inn í samgönguáætlun. Innviðaráðherra segir að beðið sé niðurstöðu dönsku straumfræðistofnunarinnar hvort hægt sé að ráðast í framkvæmdir við varnargarða í Landeyjahöfn til að verja hana sandi. Búist er við bráðabirgðaniðurstöðum í næsta mánuði og lokaskýrslu í haust. En hvenær verður þá hægt að fara í einhverja framkvæmdir sem að leysa málið einhverju leyti? Já, það bara eftir að koma í ljós. Ég vil benda á að núna í vetur var mjög óvænlegt ástand út á sjólagi og veðurlagi. Þannig að við skulum vona að það verði ekki áfram og það er óvenju seint sem að höfnin er að opna varanlega. Herjólfur eigi að vera komin í lag miðjan júní og frá með haustinu verði 770 milljónum varið í öflugra sanddæluskip. Við erum allan að koma með öflugasta dýpkunarfyrirtæki heims, eða minnst kosti Evrópu, og sem erum við kemur öflug skip hingað til lands og líka með önnur skip sem geti sendt hingað til lands ef til þess þarf. Og það er gríðarlegt öryggi í því. Lík 4 ítalskra kafara sem hefur verið leitað eftir köfunarslys við Maldívur eru fundin. Slysið varð á 5. daginn undan ströndum einnar Maldíveyjunnar á miðju Indlandshafi. Lík eins kafarans fannst skömmu eftir slysið en erfiðlega gekk að ná til hinna 4. Þá lést einn kafari helgina sem vann við björgunarstörf. Þetta er eitt mannskæðasta slys í sögu Maldíveyja en svo alvarleg slys eru afar fátíð. Köfun er vinsæl afþreying fyrir ferðamenn við Maldívur en Ítalarnir 5 sem drukknuðu voru að skoða neðansjávarhelli á 50 metra dýpi. 2 fiskibátar lentu í vanda, annar þeirra á Breiðarfirði í gærkvöld og hinn á Húnaflóa snemma í morgun. Báðir fengu aðstoð björgunarsveita og var komið til hafnar. Björgunarskipið Húnabjörg á Skagaströnd var kallað út klukkan 6 í morgun eftir að kall barst frá Trillu. Bátnum var komið til hafnar á Skagaströnd.
Hitt útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld og fór björgunarskipið Björg til hjálpar frá Rifi og tók línubátinn Einar Guðnason í tog suður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipið Kristrún og Bjargi frá Akranesi á móti Björgu og aflvannabátnum sem var komið til Hafnarfjarðar. Skipstjóri segir aðgerðir hafa gengið vel. Já, við vorum sem sagt fengum boð 8 í gærkvöldi vélvannabát við Látrabjarg. Björgunarskip frá Rifi fór og dró hann þaðan og hérna suður fyrir Jökul. Við tókum svo við þar 3 í nótt og vorum að koma að land núna í morgun. Eitthvað vitað á hvaða leið báturinn var? Nei, ég ekki með á reynu, ég á eftir að hitta skipstjórann. Og hvernig voru aðstæður til björgunar? Þetta var bara eins gott og það gerist sko. Bara spegilsléttur sjór og allt gekk vel. Við sigldum 3 tíma út á móti björginni og svo hérna einhverja 6-7 tíma yfir. Þetta gekk bara flott. Fækkun fálka gæti orðið til þess að fjölgi í rjúpnastofninum. Árleg rjúputalning fór fram nýverið og virtist talsvert að fugli austan til. Sérðu spýtuna og síðan þúfa hana. Það var bara hana á þúfunni. Þúfunni, Tilfinningin að það sé meira af fugli. Það svona það sem að virðist blasa við en svo verður bara öll úrvinnsla á gögnum að leiða það í ljós, staðfesta og það verður bara spennandi að vita hver niðurstaðan verður. Halldór hefur talið rjúpur á Austurlandi síðan í kringum aldamót ásamt kollegum sínum á Náttúrustofu Austurlands. Og við teljum á morgnana og síðdegis og kvöldin og þegar að fuglinn mest áberandi, karrinn búinn að helga sér óðal og ver það fyrir öðrum karrum. Og sambærilegar ferðir eru farnar vítt og breitt landið þar sem starfsmenn Náttúrufræðistofnunar, Náttúrustofa landsins og sjálfboðaliðar horfa eftir rjúpu, telja þær og mynda. Talningarnar eru að vori svo ástand stofnsins sé ljóst áður en að veiðiheimildir eru gefnar út að hausti. Þetta eiginlega alltaf sami rúndurinn. Þetta ágætis gagnasett sem hefur verið safnað í gegnum árin. Stofninn hefur sveiflast mikið í gegnum árin og stendur misvel milli landshluta, svo ólíkar veiðiheimildir eru gefnar út fyrir þau 6 veiðisvæði sem landinu skipt í. Vortalningin gefur mynd af stöðunni, en niðurstöðurnar verða ekki ljósar fyrr en með sumrinu. Svo skiptir auðvitað máli hve margir ungar fljúga á hreiðrum. Ef að varpið misfest í sumar, þá verður kannski útlitið fyrir haustið ekkert gott, en það vonandi að það verði gott sumar og þetta takist vel. 2 vargar halda mikið upp á rjúpuna. Annar þeirra, fálkinn, í sögulegri lægð á Íslandi og líkur á að rjúpan njóti góðs af því. Við höfum nú séð tófurnar aðalega og þetta svona samspil tegundana. Það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Hvað þýða úrslit sveitarstjórnarkosningana? Hafa niðurstöðnar áhrif á stöðu flokka á landsvísu? Gefa þær vísbendingu hvernig umræðan Evrópusambandið gæti þróast? Við förum yfir málin í Kastljósi í kvöld. Íslenskur brúðabúningur frá 18. öld með mikla og dramatíska sögu nú til sýnis í Þjóðminjasafninu. Brúðabúningurinn ótrúlega merkilegur búningur í svona menningarsögulegu samhengi á Íslandi. Við getum kannski orðað þannig, heilaga gral íslenskrar menningarsögu. Og þá að veðri. Austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu víðast hvar á morgun. Skýjað með köflum og þurrt að mestu fyrirpartinn en síðan rigning með köflum á austanverðu landinu og stöku síðdegis skúrir suðvestan til. Hiti 4 til 14 stig að deginum, svalast við austurströndina. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Njarðvík varð í gærkvöldi Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í 3. sinn. Í kvöld gæti Grindavík fylgt í kjölfarið og orðið Íslandsmeistari karla. Við bara ætluðum okkur sigur í dag og við gerðum það. KR tapaði sínum fyrstu stigum í bestu deild karla í gærkvöldi þegar Fram nældi í jafntefli í blálokin. Valur hirti öll 3 stigin með enn seinna marki gegn Breiðabliki í þeirra viðureign. Og englendingurinn Aaron Rice sigraði á PGA-meistaramótinu í golfi í Pennsylvaníu í gærkvöldi. Hann fyrsti enski kylfingurinn í 107 ár til að vinna þetta mót sem eitt risamótanna 4. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að 2 flokka borgarstjórnarmeirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða 3 flokka með Viðreisn og Framsókn verður líklega myndaður á næstunni. Hildur Björnsdóttir fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn en flokkurinn misti mikið fylgi í kosningunum. Hann ætlar einnig að víkja sem varaformaður flokksins.
Amnesty segir að hverfa þurfi aftur 45 ár til að sjá fleiri aftökur í heiminum en á síðasta ári. Flestar voru þær í Íran og fjölgaði einnig í Bandaríkjunum, voru 47 þar í fyrra. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðra ESB verður breytt. Formaður Miðflokksins segir að ræða þurfi málið vandlega en engin tími sé fyrir málþóf í þinginu. Nóg var af pattarlegum körrum og rjúpum í árlegri talningu austur á Héraði. Fálkum hefur fækkað og talið að það hafi góð áhrif á rjúpnastofninn. Það var þetta upptalið að sinni. Við verðum hér á sama tíma annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Víkingurinn. Íslenskir og erlendir jötnar reyndu fyrir sér í æsispennandi keppni þegar aflraunamótið Víkingurinn var haldið 2025. Svíþjóð og stríðið. Ný sænsk heimildaþáttaröð sem varpar ljósi á lífið í Svíþjóð á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þegar 80 ár voru frá stríðslokum deildi sænska þjóðin persónulegum minningum úr stríðinu í bréfum, kvikmyndum, ljósmyndum og dagbókum. Ferjan. Sænskir hryllingsþættir byggðir á samnefndri skáldsögu eftir Mats Strandberg. Eitthvað illt leynist borð í ferju á milli Svíþjóðar og Finnlands og þegar fjarskiptasamband rofnar miðja nótt engin undankomuleið. DNA. Önnur þáttaröð þessara dönsku sakamálaþátta. Lögreglumaðurinn Rolf Larsen kemst á snoður Mansalshring þegar 19 Víetnamar finnast myrtir í vöruflutningabíl. Náttúran kallar. Nýir íslenskir heimildaþættir eftir Láru Súlímu Ómarsdóttur. Hvernig að búa í nánum tengslum við náttúruna? Hvað það í náttúrunni sem kallar svo sterkt á suma? Lára kynnist viðmælendum